það eru komið svona dagar eða bara frekar meira svona ár þar sem ég bara að fela mig í fötunum mínum. Ég þarf að passa að vera vel til höfð og vera búin að setja á mig andlit og eitthvað áður en ég fer. Ef maður skildi hitta eitthvað. Þú veist, ég er ekki falleg. Þú veist, ég er ekki ánægð með sjálfa mig. Í grunnskóla var ég mjög mikið að fela mig bak við málingu og föt sem ég vildi ekki klæðast. Það getur verið mjög andlega lýjandi. Það passar ekki við hversu lágt sjálfsmat maður hefur. Það var gett óþægilegt að vera hávaxin. Það er líka þessi endalausa togstreita á milli þess, þú veist, málaðu þig en samt ekki of mikið. Það vera að bombarda mann með einhverjum upplýsingum og maður veit aldrei hverju maður á að trúa, þú veist. Ég er bara að gráta yfir eitthvað svona kjaftaði að ég svo veið. Hverjum er maður að reyna að þóknast? Hvenær getum við fengið að vera við sjálfar? Mér fannst þetta námskeið hjálpa mér svona mest við það að hugsa hvað það er mikilvægt að þykja vænt sjálfan sig. Mér fannst einmitt námskeið gefa mér þá von. Við lifum á svo byltingarkenndum tímum. Það er allt að gerast. Og það er tími til komin að setja hnefann í borðið og segja stopp. Mér finnst líka miklu léttara að sjá, þú veist, heildarmyndina á en ekki eitthvað. Þú ert með svo flotta svona neðri vör. Ef maður myndi tala við vinkonu sína eins og maður gerir við sjálfa sig, þá ætti maður enga vini. Þú ert ekki þú sjálfur þegar þú ert að reyna að vera eitthvað annar. Ég held að besta leiðin til að virkja aðra væri bara að segja öðrum frá þessum æfingum sem við erum búin að læra á námskeiðinu. Af því það eru stillt og það virka. Með því að klæða mig nákvæmlega eins og ég vil, sama hvort ég líti út fyrir að feita í því eða ekki. Með því að vera ófeimin. Að segja það sem ég vil og ég ætla ekki að hika. Þú getur alveg verið fyrirmynd fyrir bara mannskju svona, þú veist, sem situr við hliðina á þér eða... Ég get haft áhrif með því að taka skarið. Það er mjög frelsandi tilfinning að sætta sig við sjálfa sig.